Sælverði og takk fyrir Þórður. Ég heiti Guðrún Ásdís og bý á Höfn í Hornafirði. Ég vinn sem ráðgjafi og verkefnastjóri fyrir SAS en í rauninni vinn fyrir Nýheima þekkingarsetur og en við sjáum þessi verkefni fyrir SAS hérna á Höfn í Hornafirði. Ég ætla að renna með ykkur í gegnum umsóknarkerfið og svona helstu atriði sem er gott að hafa í huga við gerð umsóknar og ef við byrjum bara hérna á heimasíðu SAS, förum við hérna inn til uppbyggingarsjóð og í sækja hér. Þá erum við komin inn á, þetta er opið þegar að umsóknarkerfið er opið, eða þegar er opið fyrir umsóknir. Þá er þessi takki þarna, þá getið þið valið annars vegar hérna, samtök sunnlenskra sveitarfélaga og mjög mikilvægt að fara inn á rétt samtök, fara ekki að sækja vitlausu svæði eða velja hérna landshlutann okkar. Hér erum við komin í bara umsóknarform þar sem við þurfum rafræn skilríki eða íslykil og bara við viljum impra á því að það er mjög mikilvægt að skrá sig með réttum skilríkjum, það er að segja ef að þið eru að vinna fyrir félagasamtök eða fyrirtæki eða stofnun að skrá sig inn á þeim íslykli og það er ekki hægt að breyta þess eftir á nema þá bara með því að kópera eða taka umsókn og færa hann yfir í nýja umsókn og það er svona svolítil handavinna, þannig að best að hafa þetta rétt alveg frá upphafi, skrá sig hérna inn og ég er búin að skrá mig inn, þannig að þetta er svona eins og í matreiðsluþáttunum, þetta er tilbúið hérna sko. Hérna er ég búin að skrá mig inn með mínum íslykli og þetta er rauninni það sem tekur á móti ykkur þegar þið komið inn, kerfið, og þið stofnið hérna nýja umsókn til að byrja. Ég er búin að því rauninni ekkert sem gerist nema ég fer inn á hérna ný alveg glæný umsókn, en enn og aftur er ég náttúrulega búin að vinna í þessu, þannig að hún er hérna tilbúin sem ég ætla að sýna ykkur. Og það er hérna, ég ætla að gera tónlistarhátíðina XYZ. Og það er gjarnan einhver velkomin að taka þetta verkefni og taka það lengra. Það er örugglega skemmtilegt. Nema hvað, hér erum við í verklags- og úthlutunarreglunum. Þetta er rauninni ekki samt tæmandi úthlutunarreglur, þetta er bara verið að fara yfir þessar almennu reglur og viðmiðanir. Það þarf að lesa reglurnar eins og Þórir kom inn á, smellið hérna eða inn á heimasíðu SAS, þar eru víða verið að vitna í þær. Og þetta er bara mjög mikilvægt plagg til þess að skila inn góðri umsókn. Eins og voru að tala að þetta er samkeppnissjóður og það skiptir miklu máli að umsóknin sé í rauninni unnin svona út frá að þið hugstu út í markmið og áherslu þegar þið eru að móta verkefnið og reyna að þróa verkefnið eða sækjum þann hluta af verkefnið sem að passar vel við sjóðinn. Þannig að þegar þið eru að móta verkefnið að reyna svona, láta það fitta svolítið að markmiðum, áherslum og hugsa matsþættina. Þannig að það er ekki ástæðulaust að við erum alltaf að benda á þetta. Hérna förum við áfram og eins og við sjáum hérna uppi þá getum við skoða blaðsíðurnar sem eru í umsókninni. Hérna getum við flett á milli, það vistast allt sjálfkrafa. Þannig að það þarf ekki að hafa ágjörð því, það er engin takki sérstaklega til þess að vista. Þegar þið eru í einum dálki þá er nóg að smella í næsta, þá er það allt komið inn og ef við byrjum bara hérna umsækjanda þá erum við í rauninni bara að tala þá erum við bara að tala þetta nafn og þið sjáu það að hér er ekkert hægt að breyta kennitölunni eða nafninu, það er bara að kemur beint á þjóðskrá, þannig að það þarf að passa að það sé rétt og það er bankanúmer og það þarf að stemma við kennitöluna líka, þannig að þetta sé allt saman. Ef að styrkur fæst, þá er það borgað inn á þennan reikning. Síðan er beðið aðra styrki til verkefnisins og við erum búin að skýra það betur hér að þetta er rauninni hugsað að vera að biðja þá styrki sem að tengjast þessu verkefni síðastliðin 3 ár. Það er að segja ef fyrirtæki eða einstaklingur hefur fengið fleiri styrki önnur verkefni, þá þarf ekki að tilgreina það heldur aðeins það sem að tengist þessu verkefni sem verið er að sækja. Við förum inn í upplýsingar verkefni, gott að búa til lýsandi heiti fyrir verkefnið, hvort er sótt menningar eða atvinnuþróunarstyrk, undirflokkar og rekstrarform og þar sem þetta er menningar umsókn þá er hún frekar í einfaldari kantinum, yfirleitt ekkit rosalega, það fer eftir auðvitað eðli verkefnis en kannski ekkit rosalega langir textar eða stórar áallanir. Ein spurning, viltu að ég spyrji fyrir og eftir á? Mátt skrifa það í komment, eða í chatboxi fyrir okkur, við ætlum að fá að svara það öllu eftir. Okay. Og ef við kæmumst ekki yfir allt þá getum við líka bara skrifað setta inn á heimasíðuna okkar eitthvað, en vonandi komst við bara yfir allt. Hérna er markmið verkefnis og þá langar við svona þess í leiðinni að fara inn á síðun okkar, sas.is og sýna ykkur þessa nýju síðu sem við vorum að setja upp daginn. Það er sas.is/ráðgjöf, hún hefur svo sem vel ekki verið til, en við vorum að breyta henni og bæta við flokkum hérna.
Hér hægt að fara í ráðgjöf uppbyggingarsjóðs, smella þar og skoða eins og hérna leiðbeiningar umsóknarformið. Og þar bara hver einasti blaðsíða tekin fyrir hérna. Eins og við förum þá við vorum í upplýsingar verkefni ekki og markmið, hér erum við aðeins búin að tala hvernig markmið eru hugsuð. Það þessi smart regla og hvert markmið verkefnisins, hvert ætlið að komast. Og í þessu tilfelli, ég var hér, það getur verið að halda tónlistarhátíð í júní, setja sér einhverja dagsningu, setja sér eitthvað markmið fjölda miða, kaupa 80% aðkeyptra vinna á Suðurlandi eða reyna að blanda saman 15 ólíkum þáttakendum sem taka þátt í verkefninu og hugsa þá líka aðeins áherslur og markmið aftur. Til dæmis ein áherslan að hvetja til samstarfs á milli tveggja eða fleiri aðila og þetta getur verið bara eitthvað sem að mögulega þegar þeir eru búin að fara vel yfir áherslur og markmið mögulega bara hreinlega breytir aðeins ykkar áherslum í verkefninu eða kannski ekki mikið en kannski í svona menningarverkefni þá kannski hugsið aðeins út fyrir bóksið eða það sem þið voru búin að ákveða. Þannig að hérna til dæmis bara hvetja til samstarfs milli tveggja eða fleiri aðila, væri sniðugt að reyna að fá tónlistarfólk á Suðurlandi til þess að hittast og gera eitthvað skemmtilegt saman sem dæmi. Nú svona stutt lýsing, við leggjum áherslu á að þó að hún sé hérna fremst, þá þetta svona þessi viðskiptaáætlunum, þar sem að fyrsta blaðsíðan það sem maður gerir síðast. En í rauninni best að byrja á greinargóðu lýsingunni, gera góða lýsingu hérna, þar sem þú ert að móta og þróa hugmyndina, ramma það upp, skipta jafnvel upp í áfanga við það eru stór verkefni. Eins og segir í úthlutunarreglunum eru forsendur og útfærsla raunhæft, þetta þarf alltaf að koma fram hér. Hvað hvað snýst verkefnið, hver hugmyndin, hvert teymið, þetta eru svona punktar bara hugmyndir. En svo þegar búið að gera greinargóða lýsingu, jafnvel þegar búið að gera verkáætlun, kostnaðaráætlun og verkefnið bara klárt að setja þar saman eins konar lyftiræðu, stutta á hnýtt með að bara nokkrar setningar það hvað snýst verkefnið. Þannig oft bara gott að byrja verkefni snýst að og svo bara byrja að punkta eitthvað hjá sér. Svo það núverandi starfsemi og staða verkefnis, hver er staðan í dag? Förum svo í verkefnastjóra. Já, þetta alltaf einhver persóna, það að segja ef þetta persóna sem sækir eða einstaklingur, þá bara yfirleitt það sami verkefnastjóri. En ef það fyrirtæki eða stofnun sem sækir þá það sá sem stýrir verkefnin sem þarf að skrá sig hér. Og kennitölu og síma og stutta lýsingu, þetta rosalega mikilvægur þáttur vegna þess að eins og kemur líka fram í úthlutunarreglunum, það spurt þekkingu og reynslu eða hvort þekkingu og reynslu til staðar, þetta í matsþáttunum og það bara mjög mikilvægt að draga það fram og þetta getur verið erfitt að tala fallega sjálfa sig en hérna fáið það æfingu því, það mjög mikilvægt og endilega fá bara annan til að hjálpa sér ef það reynist erfitt. Og hvert þá framlag hlutverk og ábyrgð verkefnastjóra? Eru fleiri sem taka þátt eða hann einn að sjá þetta eða eitthvað teymi og svo framvegis. Ef það eru svo samstarfsaðilar, þá kemur það fram hér. Þá erum við ekki að tala kannski kollega í vinnunni, heldur að séu aðrir aðilar sem koma að verkefninu. Og þetta bara styrkir yfirleitt umsóknina, vegna þess að það í úthlutunarreglunum bæði atvinnuþróun og nýsköpunarflokki og menningarflokknum áherslur þetta. Það að segja samstarfsverkefni sem tengjast markmiðum sjóðsins í atvinnuþróuninni og viðburðir og samstarfsverkefni sem fjölmenningar, verkefni sem hvetja til samstarfs á milli tveggja eða fleiri aðila, byggðarlaga listgreinar uppsetningar og viðburðum fleiri en einum stað, þannig að þetta getur styrkt umsókn að hafa samstarfsaðila. Síðan verk og tímaáætlunin, hvað þarf að gera til þess að sé hægt að ná markmiðinu, það þarf að punkta niður það sem þarf að gera. Sumum tilfellum þetta bara nokkrir liðir, það fer eins og mjög mikið eftir eðli verkefnis. Ef að verkefnið, ef að sótt hærri styrk, eða 1,2 milljónir eða hærri, þá þarf að senda inn svona ítarlega verkkostnaðar og tímaáætlun. Þannig að ef að verkefnið orðið svolítið stórt í umfangi, þá þarf að senda inn sér áætlun og þá, en yfirleitt getur þessi áætlun bara verið þessi frekar svona nákvæm, myndi ég segja. Þannig að og í þessu hluta þarf að huga að því hvort það sé ekki búið að móta verkefni svolítið inn í sjóðinn. Það að segja, sækjum þann þátt verkefnisins sem tengist sjóðnum og styrkhæfur. Þannig að það getur eins og í til dæmis nýsköpunarverkefnum verið bara nú ætlum við að sækja vöruþróun og fara bara rammin ákveðið verkefni undir öll, af þeim sem verið að fara í það. Reyna rammin svona það sem passar við sjóðinn. Sækja það bara vöruþróun en til dæmis ekki hægt að sækja
kostnað við að kaupa tæki og tól og þannig að þau eru ekki að fara í það verkefni í þessu heldur það að fara í vöruþróun sem slíka. Þannig að það getur verið svona gott að hugsa þetta út frá úthlutunarreglunum. Og þetta er bara að gera að hafa samband við okkur ráðgjafanir sem fá aðstoð við það að þeir eru í vandræðum með að þróa, móta verkefni sig. Við förum svo hérna áfram í kostnaðaráætlun. Ég vona ég tala ekki hratt, þá getið þið kannski bara horft á upptökun og hægt á mér. Ég tala stundum aðeins svo hratt. En allavega, þá náum við þessu vonandi tímalega. Hérna er kostnaðaráætlun, þetta er bara svona hugmynd, undirbúningsvinna, það er yfirleitt allavega einn kostnaður á hver lið hérna, verkþátt og allavega myndi ég segja að það væri oftast þannig. Þá er það bara hversu margir tímar og við erum að miða við sem sagt að eigið vinnuframlag sem metið á 4.500. Þessi tala bara til að hafa einhverja fasta tölu. Við erum ekki að segja að þetta sé endilega launin sem þið greiðið ykkur beint, en það er annað mál. Síðan er það hérna eitthvað hljóðkerfi og tjald og ýmislegt. Hérna eru til dæmis 2 liðir undir sama útbúið og dreifa markaðsefni. Það er annars vegar gerð markaðsefnisins og segjum að þetta sé keypt af einhverju markaðsstofu, 20 tímar á 15 skall. Þá þarf auðvitað að koma reikningur fyrir því, þannig að það sé samþykkt. Og síðan hérna prentun og dreifing markaðsefnis og þá væri það einn liður sem þið áætla eða 200 skall í. Og varðandi þetta það þarf að koma reikningur frá markaðsstofunni ef þetta er hérna áætlunin, en ef það er eigin vinna þá þurfum við að fá tímaskýrslu. Þannig að það er gott að halda utan tímana strax frá upphæfi verkefnis sem maður setur sjálfur í. Og í rauninni er tímaskýrsla eina sem við krefjumst ef það er verið að styrkja eigin vinnu, en hún þarf þá líka að vera nokkuð nákvæm. Og það er hægt að finna það á heimasíðunni okkar, skjalið sem við notum. Svo sem bara einfalt Excel-skjal. Já, síðan er það þetta er kannski sáliðið sem fólk oft í vandræðum með. Hérna erum við komin með verkefni upp á 4 milljónir. Kostar 4 milljónir og þá þurfum við að áætla hvernig við ætlum að fjármagna það. Fjármögnunarliðirnir eru þá þessir. Það er annars vegar eigið framlag, aðrir styrkir og önnur fjármögnun. Og það þarf ekkert endilega að vera allt, stundum er það bara eigið framlag á móti þá styrknum sem sótt er um. Í þessu tilfelli setjum við hérna eigið framlag verkefnisstjórnar sé 500.000. Það sé búið að fá styrk hérna frá okkur menningarsjóði upp á 100.000 krónur og það sé verið að sækja styrk hjá fyrirtækjum í sveitinni eða eitthvað. Það er óstaðfest vegna þess að það er bara ennþá í vinnslu og ekkert óeðlilegt við það og þetta er náttúrulega allt saman áætlun þannig að það er ekki allt alveg skrifað í stein hérna. Síðan er miðasalar áætlað að selja 100 miða og það er líka óstaðfest og þá hérna kemur það fram hér. Og síðan kemur þá í næsta leið hér hvað er sótt háa fjárhæð. Það er rauninni, eins og segir þarna, hámarksstyrkur eru 2 milljónir. Það er rauninni miðað við það að allur þessi kostnaður hér sé styrkhæfur. Og við leggjum áherslu á að við erum ekki að setja inn óstyrkhæfa kostnaðarliði inn. Það styrkir ekki endilega umsóknina og ef það er eitthvað sem þið viljið frekar taka fram þá getið þið sett það í ítarlegu lýsinguna en eins og segir reyna að afmarka verkefni við það sem er styrkhæft í sjóðnum. Þannig að í mesta lagi væri hægt að sækja 2 milljónir en þið eru komið svo rosalega fjárhagsáætlun hérna að þið þurfið ekki nema 1 milljón samkvæmt þessari áætlun en síðan ef við prófum bara að setja inn hérna 2 milljónir þá fer þessi prósenta í rugl hérna. Þannig að þegar þessi hérna er ekki 100% þá er eitthvað sem þarf að laga. Þetta þarf alltaf að vera 100% á þess að annars komist ekki í gegnum kerfiðurinn, geta ekki sent inn umsóknina. Þannig að í þessu tilfelli þá er komin of hár styrkur, þá þyrftir að lækka einhvers staðar, þá eru þið rauninni, eða of hár, þetta er bara sá styrkur sem þið getið sótt þá þurfið að lækka fjármögnunar áætlun og þá er einhver vitleysa í henni mögulega. Og þá kannski segið hérna, já, við ætlum að leggja aðeins minna til sjálf eða við áætlum að selja aðeins minna af miðum og bara 1,2, já, nei, nú er ég einhverju vitleysu. Jæja, allavega, segjum bara aftur 500.000 og þá er þetta bara, vá, hvað? Ok. Það er alltaf, já, þetta var 1,9 á hann alveg rétt, ekki 1,7, það er vandamálið hérna. Svona, svo smelli ég á milli dálka þá vistast þetta hérna. Þá eru afturkunni 100%, þannig að það bara passa að þessi tala sé í 100%. Þannig að hérna sjáum við heildarkostnað verkefnis er 4 milljónir, fjármögnunin hérna uppi án styrksins er 2 milljónir og þið ætla að sækja þá 2 milljónir. Þá förum við áfram
Og ekki hika við að setja ykkur í samband við okkur ráðgjafana eða eru í vandræðum með þessa liði. Það er bara minnsta málið. Eða skoða líka nýju ráðgjafasíðuna og sjá hvort þið finnir svörin. Hérna er ávinningurinn. Þetta er líka mjög mikilvægur, þetta eins og alla blaðsirnar í þessari umsókn, mikilvægur liður. En hérna fáið þið í rauninni tækifæri til að tengja verkefni ykkar við áherslur og markmið og segja í rauninni fagráðunum frá því hvernig þetta tengist. Hvernig í rauninni áherslunar, markmið og matsþættir úthlutunarreglna í reglunum tengjast ykkar verkefni. Þannig að hér setið þið bara stuttan og hnitmiðan texta en getið svo aðeins farið dýpra í það hér og hver er helsti ávinningur á verkefninu. Það má aðeins þá tengja þetta saman jafnvel. Það er ansi mörg stafabil hér og oft er þetta ekkert endilega svo rosalega langur texti heldur en þið allavega hafa það tækifæri hér til að skrifa meira. Svo er nýnami verkefnis. Í atvinnuþróunar- og nýsköpunarverkefnum þá er þetta verið að tala um bara nýsköpun og þetta er bara virkilega mikilvægur liður því að það er bæði markmiðum, áherslum og matsþætti talað um nýsköpun. Þannig að það er mikið vægi að hafa nýsköpun í verkefninu og ef það er til staðar þá mikilvægt að koma því á framfæri hér. Í menningarverkefninu þá erum við kannski frekar að tala um sérstöðu verkefnis en í matsþáttunum þá er talað um hvort að verkefni feli í sér aukinn fjölbreytileika í menningarlífi á Suðurlandi. Þannig að ef að verkefnið hefur einhverja sérstöðu þá getur það verið kostur. Förum áfram, þá erum við komin í störf og kynjahlutföll. Þetta er svona gögn sem stjórnvöldin óska eftir, þannig að í einhverja greiningavinnu þá eru við rauninni bara miðað við að ef þetta er menningarverkefni að skrá bara inn tímafjölda sem er áætlaður í verk- og tímaáætlun í þetta menningarverkefni, en ef við erum að tala um atvinnuþróun- og nýsköpunarverkefni að gera áætlun hversu mörg ársverk þið teljið að verkefni skapi til lengri tíma. Og síðan er þá hversu mörg eða hvernig störf skapist störf fyrir stelpur eða stráka. Þetta er náttúrulega nútímalegt. Síðan er það fylgiskjöl. Þar legg ég aftur áherslu á að ef þið óskið eftir styrk fyrir hærra en 1,2 eða hærra þá þarf að fylgja ítarleg verk, tíma og kostnaðaráætlun. Öðru leyti er engin fylgiskjöl sem þurfa að fylgja en það getur auðvitað styrkt umsókn að hafa eitthvað sem tengist, myndefni eða myndir eða það má líka senda inn stutt YouTube-vídeó eða bara myndband og setja það þá er það í rauninni sett fyrst inn á YouTube eða Vimeo eða einhvern annan þannig hýsingaraðila og þá slóðin sett hérna. Og það er aðeins inn á ráðgjafarsíðunni það hvernig getið gert þetta leynilegt, að þið vilja ekki hafa þetta opið, þá eru allavega linkar á einhverjar YouTube-leiðbeiningar það að hafa linkinn þannig að bara þeir sem eru með linkinn geti horft á það. Þá erum við rauninni bara komin að því að skila inn umsókn og þá kannski leggjum við bara áherslu á að fólk láti lesa yfir umsóknina sína eða lesi sjálfur allavega vel yfir hana en oft er mann svolítið heila þeginn á sínu eigin það sem maður er búin að skrifa sjálfur og gott að fá einhvern annan til að lesa. Það kom oft góða spurningar í ljós og maður fattar að það vantar ýmislegt inn sem maður ætlaði sér að hafa. Og eins líka að láta prófarkalesana, það er miklu auðveldara að lesa yfir umsóknir sem eru vel skrifaðar og meiri líkur á að það skili sér betur. Fara aftur yfir áherslur og mat og markmiðin í sjóðnum er ekki allt sem hefur komið fram sem þið viljað komið fram. Og þetta er samkeppnissjóður þannig að þeim öllum umsóknir eru gefnar einkunnir og það eru þær sem að ráða í hvaða umsóknir fá styrk og hverjar ekki. Þannig að við erum bara í samkeppni hvort annað að fá úr þessum sjóði. Það þarf að renna í gegn hvort sé rauðir reitir, það er að segja það er ekki gott 10 mínútur í 4 að lendi því að það sé fullt af reitum sem á eftir að skrá inn. Þannig að ef þeir eru stjörnumerktir þá þurfa þeir að vera útfylltir. Og auðvitað að setja sér í samband við okkur ráðgjafana, það er bara að gera að fá okkur til að lesa yfir til dæmis eða aðstoða ykkur einn eða annan hátt. Við svo sem getum ekki bætt við skjölum eða breytt texta fyrir ykkur en við getum allavega leiðbeint ykkur í gegnum þetta og reyndar bara áminna að það er mjög gott að fá beiðni tíma eða bókun á tíma. Það síðustu dagarnir getur verið ansi strembnir rétt fyrir úthlutun, þannig að það er mjög gott að vera búin að bóka þessi tíma bara. Eða og senda okkur óskum að lesa yfir nokkrum dögum fyrr. Síðan er skilin umsókn. Þá er rauninni getið sett eitthvað þið viljið koma ykkur öðru á framfæri og hakið við að það hefur lesið úthlutunarreglur og ég ætla ekki að segja aftur hvað er mikilvægt. Og síðan skilin umsókn og
þetta rosalega óþægilegt að gerist 10 mínútur í 4, ef þið fattið allt inn á vantar hellinginn. Þannig að bara tekja á því. En ég var nú með eina svona tilbúin, ég ætla að prófa hvort ég geti skila henni inn. Þá bara það hérna, sjáum hvort það gangi núna. Skila umsókn. Þá ættu það að fá skilaboð hérna uppi að umsóknin hafi skilað sér og einnig ættu að fá tölvupóst. Hann svona stundum að lenda í ruslhólfi, þannig að bara gangur skugga það. Hann sé að það í rauninni, þetta nú kannski bara ágætt, þetta greinilega eitthvað voðalega hægt núna. Eru ekki bara góð? Ef hann að kommenta að segja, þá kemur þetta henni í skilaðar umsóknir. Þá sjáum við það líka að þetta hefur skilað sér. Hér hægt að fara og opna umsóknar, alltaf að fara inn í kerfið og opna umsókn og skoða hana og eins þegar ef þið fáið styrk þá þarf að fara hér inn til þess að breyta umsókn og prenta út samning. Þannig að þið fá allar leiðbeiningar það með þeim tölvupósti sem fylgir styrkúthlutun.